Árið 1997 fóru lönd Austur-Asíu inn í djúpa efnahagslægð eftir margra ára velmegunartímabil og aldamótin skall á sambærileg kreppa í Argentínu. Hvað er líkt með þessum kreppum og þeirri sem við nú göngum í gegnum og hvað getum við lært af þeim aðgerðum sem gripið var til í þessum löndum til að vinna gegn kreppunni? En Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kom þessum löndum til aðstoðar á sínum tíma gegn ákveðnum skilyrðum sem fólust meðal annars í aðhaldssamri stjórn efnahagsmála og hafa þau verið gagnrýnd af mörgum sem segja að þau hafi gert illt verra. Lilja Mósesdóttir, doktor í hagfræði sem hefur efasemdir hvaða skilyrði sjóðurinn hefur sett gagnvart öðrum þjóðum, bar þessar kreppur saman fyrir okkur í dag og hvað við getum lært af þeim að hennar mati. Aðstæður hér á landi áður en að kreppan skall á voru mjög líkar og í Asíu og Argentínu. Það átti sér stað mikil einkavæðing bankakerfisins og svona afnám hafta á frjálsan flutning fjármagns inn og út úr löndunum eins og gerðist hérna upp á 97 og þetta leiddi til mikils innstreymis fjármagns erlendis frá sem að bankakerfið síðan lánaði út og hagvöxtur og hækkun eignaverðs eiginlega jók þessa þörf á fjármagni og á endanum voru bæði Ísland og Asíulöndin orðin mjög skuldsett. Það er talið til dæmis að skuldir heimilanna hér á landi séu 200% af ráðstöfunartekjum sem er mun hærra en var þegar fjármálakreppan skall á í Asíu. Hins vegar voru miklu fleiri aðvörunarljós sem blikkuðu hérna á Íslandi heldur en í Asíu. Í Asíu var það bara fyrst og fremst viðskiptahallinn sem var svona byrjar að blikka sem aðvörunarljós, mikill viðskiptahalli. Ríkissjóður var eins og hérna rekinn með afgangi, verðbólga var mjög lítil, öfugt á við hér og atvinnuleysi var svona rétt að byrja að aukast vegna þess að hagvöxtur var að dragast saman. Og það er kannski líkt því hvernig aðstæður voru hérna við upphaf kreppunnar. Og svo þegar kreppan skellur á, að þá á sér stað alltaf mjög mikil verðbólga og það er vegna þess að gengið hefur fallið mikið og það kemur fram í hækkun kostnaðar fyrirtækja sem þau þurfa að velta út í verðlagið. Svo kemur Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eins og mögulega lítur út fyrir að gerist hér á landi inn í þetta dæmi til aðstoða bæði þá löndin í Austur-Asíu og svo í Suður-Ameríku eins og Argentínu. Til hvaða aðgerða var gripið þar og hvernig ættum við ekki eða hvernig ættum við að gera í ljósi þess sem hefur gerst þar síðan? Já, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn ráðlagði vaxtahækkun og eins og Stiglitz hefur meðal annars bent á að þá jók það á kreppuna eða þá erfiðleika sem hagkerfið þurfti að ganga í gegnum. Við getum lært af þessu og ég held að Seðlabankinn hafi lært af þessu og hann hefur farið út í vaxtalækkun í stað fyrir vaxtahækkun og ég tel að það þurfi jafnvel enn meiri vaxtalækkun því að mörg fyrirtæki hér á landi eru mjög skuldsett og í raun og veru er engin grundvöllur lengur fyrir þeirra starfsemi. Það hafa orðið það mikla breytingar á rekstrarumhverfinu að það þarf alveg sérstakan stuðning við fyrirtæki í landinu og ekki bara það heldur þarf bankakerfið að tryggja fyrirtækjanum lánsfjármagn þó svo að þau séu í raun og veru orðin gjaldþrota og ríkið þarf jafnframt að svona gefa tímabundið eftir hvað varðar lög gjaldþrot. Þannig að þessi fyrirtæki fái svigrúm til þess að eiginlega að halda starfsemina áfram og að vinna sig út úr þessari miklu skuldsetningu sem þau eru í núna. Í Argentínu til dæmis þá ákváðu stjórnvöld að fara ekki eftir ráðleggingum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og dældu peningum í útflutningsfyrirtæki. Og eiginlega hurfu aftur til 1960 hvað var það stuðning við atvinnulífið. Og þessi stefna var til þess að það tók Argentínu bara 3 til 4 ár að ná aftur 8% hagvexti á ári. En þar er gjaldmiðillinn ennþá mjög veikur? Já, þar er gjaldmiðillinn ennþá mjög veikur og
Ástæðan hefur meðal annars verið sú að stjórnvöld hafa markvisst reynt að koma í veg fyrir aðra bankakreppu með því að skattleggja innstreymi fjármagns sem oft byrjunin eða upphafið á mikillu þenslu bankageirans. Hvað þurfum það að gera í framhaldinu til að koma í veg fyrir að svona gerist aftur? Ef við ætlum að koma í veg fyrir að við upplifum gjaldeyriskreppu í kjölfar bankakreppu, þá þýðir ekkert annað en að taka upp gjaldmiðil sem stærri en íslenska krónan, hvort sem það þá evran eða norska krónan. En í dag tel ég vera eina ljósa punktinn í þessu efnahagsumhverfi að við höfum krónuna sem mjög veik, en þýðir aftur á móti að samkeppnisstaða útflutningsfyrirtækja góð. Annað sem við þurfum að gera til þess að koma í veg fyrir aðra kreppu, það að skattleggja bankana. Neyða þá í gegnum skammtheimtu til þess að leggja í varasjóði. Hverju ættirðu von á hér frá sjóðnum? Gagnvart svona skilyrðin sem sjóðurinn setur fyrir aðstoð? Ég á vona á því að sjóðurinn vilji fá aðhaldssama stjórn efnahagsmála. En ég trúi því að við eigum mjög góða sérfræðinga sem geta farið í samningaviðræður við sjóðinn þessi skilyrði. Og síðan kannski hefur sjóðurinn ekki alltaf fylgt mjög strangt eftir sínum skilyrðum. Þannig að þó svo að við myndum samþykkja eitthvað að skilyrðunum, þá held ég að við getum farið aftur til sjóðsins og sannfært hann að þessi skilyrði væru ekki vanleg til árangurs. Ef hann myndi setja eitthvað þannig skilyrði sem að... Já, ef hann myndi setja eitthvað skilyrði. Þannig að ég í sjálfu sér ekki á móti því að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn komi hingað inn og honum ber að koma hingað inn og aðstoða okkur. Það bara þessi skilyrði sem hann hefur sett í fortíðinni sem ég hef áhyggjur af og tel að við ættum að undirbúa okkur vel fyrir samningaviðræður þessi skilyrði.